Já, við ætlum að víkja talinu að vítissóda. Haraldur Eiríksson heitir maður. Hann eins og útspýtt hundskinn þessa dagana, skrifar greinar og ferðast milli fjölmiðla. Hann með efasemdir gagnvart því að gríðarlegu magni af vítissóda verði varpað í Hvalfjörð. Fyrirtæki sem hyggst standa fyrir þessum gjörningi heitir Röst og dóttur fyrirtæki sem áður veitti brautargengi trjákurlsævintýri nokkur sem ekki endaði vel, þannig að kannski eðlilegt að viðvörunarbjöllur hringi hjá sumum. Við erum að tala svæðið í lögsögu Kjósarhrepps, ef ég skildi rétt. En Haraldur komin hingað að ræða þetta mál við okkur. Vertu velkomin, Haraldur. Takk fyrir. Kannski þetta vítissódamál alveg frábær hugmynd, af því okkur hefur verið sagt að það sé í þágu framtíðar og umhverfismála og þarna sé verið að gera ótrúlega merkilega tilraun í náttúrunni sem að eigi eftir að koma okkur til góðs síðar. En svo ég bara tala fyrir sjálfa mig, mér hefur fundist kannski skorta svolítið á góðar upplýsingar úr vísindageiranum. Já, það líka náttúrulega ákveðið vandamál vegna þess að við sem leikmenn, við eigum bara fá að kosti til þess að afla okkur almennilega gagna í svona máli. Já. Og varðandi einmitt vísindin á bakvið þetta. Já. Við verðum einfaldlega að trúa því sem okkur sagt af vísindamönnum. Og það rosalega erfitt að mynda sér skoðun það það nefnilega á svona máli og ég dreg ekkert í efa að markmiðið eða tilgangurinn og svo hugsjón sem að býra baki sé góð. Hins vegar verðum við að fá upplýsingar og geta metið bara hreinlega þá hagsmunir sem í húfi og annað einmitt út frá vísindalegum grunni og þurfum að geta treyst okkar færustu sérfræðingum og einmitt þess vegna gerði ég athugasemd við aðkomi Hafró að þessu verkefni. Já. Einmitt, áður en lengur haldið, hver ert þú? Akkur ert þú að andæfa? Hver eru þínir hagsmunir? Mínir hagsmunir, ég á náttúrulega beina hagsmuni. Ég leigutaki Lagsvíkur Kjós, þar sem við stundum veiðar úr sjálfbærum stofnum sem að leita meðal annars í Hvalfjörð. Já. Við erum í Kjósarhreppi sem að hefur undanfarin ár og áratugi markað sér tiltölulega græna stefnu bæði í umhverfismálum og atvinnumálum sem að í kannski svolítið mikilli andstöðu við nágranna okkar í Hvalfjarðarsveit. Ég ekki íbúðasvæðinu, ég get ekki talað fyrir sveitarfélagi, ég get einfaldlega talað bara út frá mínum hagsmunum og mínum skoðunum. Hins vegar heyri ég það að mínar skoðanir fara bara ágætlega saman við skoðanir flestra íbúa á svæðinu sem að mega sitja undir því að nágrannasveitarfélagi með stóriðjustefnu sem að á sér nánast engin takmörk. Við erum að sjá Faxaflóahafnir sem stóran landeigandi þarna hinum einn. Þar sem að stóriðja virðist bara hreinlega vera markmið. Við erum að sjá ammoníoksverksmiðju fyrir áætlanir. Í gærkvöldi var kynningafundur reyndar ekki í Kjósarhreppi, hann var hinum megin við fjörðinn, þar sem kynnt var stórfellt laxeldi. Við erum að sjá gríðarlegt malanám, við erum alltaf að sjá járnblendi og við erum að sjá tillögur vindmyllur á kampinum hinum megin fjarðarins. Það ýmislegt sem að þarna á sér stað sem að orka tvímælis og vekur upp alveg gríðarlega spurningar með þennan fjörð okkar í nágrenni höfuðborgarsvæðis sem ekkert annað en náttúruperla. Já, og það hafa verið skrifað margar lærðar greinar að mengun þess eðlis að hún virðir náttúrulega ekki landamæri, hún stoppar ekki við þessi landamæri og bankar upp á. Nei. Hún veður yfir landamæri. Já. Og 2 sveitarfélög sem kannski standa hlið við hlið með gjörólíka umhverfisstefnu, þar getur orðið svolítið erfitt hjá því sveitarfélagi sem að verður undir. Já, sérstaklega í þessu tilviki vegna þess að Faxaflóahafnir eru ansi merkilegt fyrirbæri. Faxaflóahafnir eru eitt lokaðasta stjórnsýslubatteri landsins. Og þau sveitarfélög sem að
standa að Faxaflóahöfn verða ekki fyrir sjónrænum eða svona beinum áhrifum á þeirri stóriðju sem á sér staði í Hvalfirði. Þau sjá þetta ekki. Það gera aftur á móti íbúar í Kjósarhreppi. Þeir sitja uppi með umhverfisáhrifin og annað. Þannig að þannig verður óhjákvæmilega núningur og mun verða fyrir sjáanlega framtíð. Já. Þú myndist á Hafró, ert að segja sko að þegar stofnun fær pening þá verður hún að einhverju leyti vanhæfa að það sé gert að treysta áliti? Sko, í því sambandi þá ágætt kannski aðeins spóla tilbaka. Við erum að sjá hérna eins og til dæmis í tilfelli Rastar og þeim fyrir áætlunum sem eru í Hvalfirði og víðar gríðarlegt innflæði peninga. Þetta sko loftlags vandamáls businessin rísa stór. Þetta bara vasa sem eru botlausir. Og það vekur náttúrulega upp spurningar með okkar regluverk og okkar stjórnsýslu vegna þess að við eigum ofboðslega erfitt með að verjast svona ágangi okkar litla land. Við erum rík af náttúrulegum auðæfum en við höfum bara varla burði til þess í dag að verjast svona ágangi og í því dæmi mjög gott til dæmis að taka síðasta innflæði svona fjármagns sem var í Laxeldi. Þar sjáum við nákvæmlega sömu hluti gerast. Það að segja fjársterkir aðilar koma inn í landið, snúa sig til Hafró, nýt þeirra leiðsagnar og ráðgjafar og til dæmis á grundvelli rannsókna Hafró í því tilfelli þar sem að starfsmenn Hafró segja að hér verði engin laxalús, sjórinn sé svo kaldur. Það eitt mörgum árum í eitthvað sem heitir áhættu mat erðablöndunar. Þetta áhættu mat kolfjalli strax í fyrstu sleppingu. Þetta gerfi rannsóknir? Tiltrú almennings á Hafró þegar að Hafró orðið svona innvinklað með fyrirtækjum og farið jafnvel að þiggja peninga. Tiltrú almennings kannski ekki drossalega sterk eða mikil í svoleiðis tilfelli. Og ef við færum út í aðra sálma í þessum efnum þá hefur verið bent á það að náttúrulega útgerðamenn hafa kostað rannsóknir og þá spyr maður sig kemur bæjas út úr því. Já, en í þessu tilfelli til dæmis þar sem að Hafrannsóknastofnun orðin svona innvinkluð í svona verkefni. Já. Hver fylgist með Hafró? Já, einmitt. Eins og til dæmis ef við snúum okkur aftur að dæminu með sjókvíaeldið. Hafró og fyrirtækin sjálf eru eftirlitsræðilinn. Já. Hafró annars vegar að réttlæta gjörðir sínar og fyrirtækið að verja hagsmuni sína. Já. Það engin yfir þessu til þess að fylgjast með. Þannig ástæða til að flagga. Ég hefði alltaf það. Og sporin hræða. Sporin hræða. Eins og ég nefndi aðan líka með þetta þetta eignarhald sko. En það sko þetta hljómar eiginlega alveg brjálæðislega. Þetta minnir mig svolítið á Carbfix sko. Að þú veist okkur sagt að með því að flytja inn opaslega mikið af koldíoxíði úr öðru löndum og dæla því niður þá séu að bjarga heiminum en það eitthvað svona við hugmyndinu svona þetta pínu skrítið og maður veit ekki alveg hvað maður að hugsa og þetta kannski pínlítið þetta minnir svolítið á það mál finnst mér að vítisóti náttúrulega þetta baneitraðefni og magnið aftur Já, það hefur nú verið á reiki hún sko í svari Rastar því var það fram hvaðan ég hafi fengið þessa tölu 20 tonn á kynningafundinum sem haldin var fyrir okkur upp í Kjós kom fram að magnið af vítisótar sem ætti að setja í fjörðin var í 10-30.000 lítrar hún reiknaði með 20.000 lítrum og þá var spurt og sagði þetta 20 tonna vítisóta og svarið var já þannig að sko magnið frá henni sjálfur komið
og ef að það er rangt þá verður hún einfaldlega bara að líta í einn barm. Já, og þeirra orð eru, af því að þú þekkir þetta mál aðeins betur en ég, þeirra orð eru að með því að gera þessa tilraun þá aftur gerist hvað? Já, sko, það er nefnilega merkum málsins. Tilgangur tilraunarinnar er að skoða umhverfis áhrifin á niðurdælingu á koldíoxíð. Já, þetta helst í hættu. Og í svarinu kemur fram að það sé engin ástæða til þess að ágjör, þetta mun ekki hafa nein umhverfisáhrif. Og þá spyr maður sig aftur, af hverju er þá verið að gera tilraunina? Sko, ég er nú bara þannig gerður, sem strákur úr Breiðholtinu. Ég er ekki menntaður Hafrannsóknar vísindamaður eða hvað. En ég er bara þannig gerður. Og mín reynsla í lífinu er þannig að ef að einhver stígur á pall og lofar öllu fögru og hann sé að gera eitthvað fyrir alheiminn, það gefur bara tilefni til þess að skoða málið. Já. Sko, ég fylgst með skrifum margra á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum. Já. Hvað síðasta sólarhringin eða svo, sko. Menn er með mjög heitar skoðanir. Mjög. Sem á að vera svona mál. Einmitt. Og það er ástæða þess að ég fer á stað. Já. Ég til dæmis að sko Steinunn Ólína, forsetaframbjóðandi. Já. Hún sko leggur áherslu á það að Ísland sé náttúruperla, ekki tilraunastofa. Ég einmitt fiskaði eftir því í svari Rastar í gær að þeir segja orðrétt, við erum bara að prófa. Ef þetta gengur ekki þá prófum við bara eitthvað annað. Með öðrum orðum, þeir eru komin til að vera. Já. Og hvað næst? Já. Og hvað er svona versta worst case scenario? Sko, einmitt, það er svo erfitt að afla sér upplýsingar þegar maður er með eitt stykki vísindasamfélag í landinu, þú veist, að eiga við og verandi ekki mentar á þessu sviði sjálfur. Hins vegar er það nú bara þannig að tilraunir með basavirkni sjávar eru mjög umdeildar. Og þannig er það bara í vísindaheiminum og bara í alþjóðasamfélaginu. Til dæmis ef við tökum sem dæmi, það er ekkert langt, já, það eru einhver ár síðan, þá var gerð tilraun einmitt undan austurströnd Bandaríkjanna eða í Kanada með að breyta basavirkni sjávar. Hvað gerist þar? Það var farið með járnsúlfant í sjóin og útkoma var svo að það myndaði svo mikil þörungablómi að það sást á gervihnattamyndum. Og í kjölfarið var bara þessum rannsóknum hreinlega bara, þær voru bara settar á hold. Og það er ástæða fyrir því að mörg á okkar nágrannlöndum hafa ekki lyft þessar rannsóknir. Og þá einmitt er bara tilefni til þess að doka þess við og spyrja sig af hverju. Það er vegna umhverfis áhrifa og mögulegra áhrifa svona rannsóknar á lífríki. Svo dætt mann í huga að verði nú einhver fugla og fiskadauði Ég veit ekki það og ég ætla ekki að fara í eitthvað getgátu með það. En ég spyr mér hreinlega bara til hvers er þessi rannsókn ef hún er ekki til þess að kanna áhrifin á vistkerfið. Þekkirðu af hverju menn fara frekar inn í fjörð eins og Hvalfjörð frekar en að vera á opnu úthafi? Ég spurði Hafró að því og þau sögðu það að það hefðu nokkru aðrir fyrir því komandi greina þar á meðal á Vestfjörðum sem að einfallega væru bara orðnir of mengar að lífrænum úrgangi vegna sjókvíaldis sem að hreinlega bara kæmi í veg fyrir það að þeir gætu gert þessa tilraun þar. Það læðist líka bara að mér svo grunnur að aðgengi að Hvalfirði og það er svo þægilegt, það er bryggjur sem þarna eru og annað, þarna er allt fyrir hendi, flutningskostnaður er lítill og annað og sko, svo virðist sem að tímasetning þessar tilraunar meðan júlí, þetta átti að vera í byrju júlí, nú er það miður júlí sé bara hreinlega ekki til umræðu vegna þess að einhverju hluta vegna, þá vill fyrirtækið gera þessa rannsókn á þessum tíma hvað sem það er að fjárhagslegum ástæðum, vistfræðilegum, ég þekki það ekki en það virðist vera alveg óhakalegt
Samstarfsmaður minn María Lilja Þrastadóttir sendi mér hérna link með dómi sem að fellur 8. júlí 2020. Þar sé ekki betur en að það hafi bara verið dæmt fyrir að varpa vítisóta í Hvalfjörð. Já, það hafa svona mál hafa komið í umræðinu áður, til dæmis í Eyjafirði, þar sem var áltegningaverksmiðja. Já. Þar var notað vítisóti og þeir brutu að því verið starfsleyfi þar og varað við umhverfisáhrifum vegna vítisótablöndu. Það svona 25 kilogramma póki mertur vítisóta, þarna er meðal annars verið að dæmi fyrir það. Já, mér þætti gaman að sjá það. Það er líka bara margt annað sem að vekur upp spurningar. Þarna er mjög stór malanáma sem að varpar mikið af jarðefni í sjóin. Á stundum er Hvalfjörður litaður einmitt út af malanámi. Já. Og einhvern veginn virðist það svona út af við að Hvalfjörður sé bara svona meðal eftirlitsstofna og annara stikkfrýr. Ruslaður? Svona, já, það má eiginlega bara orða það þannig. Og ég get rétt ímynda mig fyrir íbúa á svæðinu að búa við þetta ástand. Já, hefur orðið framgangur, svona myndið þú segja að þú hefði náð einhverjum áfangasigurum síðan þú fórst að djöflast í þessu máli? Já, ég er náttúrulega bara nýbyrjaður, pistillinn minn fór í loftið í fyrradag. En það er svo sér íslenskt að þurfa að standa upp og öskra svo lungun og óska eftir upplýsingum og vekja athygli. Frá því að pistillinn minn fyrir í loftið hefur það gerst að Hvalfjarðarsveit allt í norðin, að Kjósarhreppur allt í norðin umsagnum aðili í málunum til utanríkisráðuneytisins. Er það gott? Það er bara stórkostlegur áfangi. En leið er Hvalfjarðarsveit orðið það líka og þar satt oddvitinn í stjórn Rastar. Þannig það verður gaman að sjá hvernig en hann dregur sér væntanlega já, það er búið að samkvæmt fyrirtækinu að setja oddvitann úr stjórn eftir greinina mína. Þannig að það er nú til eitthvað unnið. Sem sagt, ég fekk þar upplýsingar frá Röst í gær og það kom fram í máli framkvæmdastjórans að oddviti Hvalfjarðarsveitar yrði ekki þetta í stjórn áfram. Og eins og ég segi, Kjósarhreppur er orðin umsagnaðili en leið Hvalfjarðarsveit og auk þess sem að mín skrif voru sett fram til þess að vekja umræðu og athygli á málinu vegna þess að ég tel bara að okkar stjórnsýsla og eftirlitskerfi sé ekki búið undir svona innflæði fjármagns í þessum rannsóknargera. Við erum í rauninni að tala þú sér innflæði fjármagns stjórnsýslukerfi, við erum bara að tala spillingu. Það eru þín orð. Já, það er mín orð. Eftir að hafa greint spillingu á Ísland og gefið bók út fyrirbærið, þá þetta er ekkit annað en spilling. Málið er bara, við erum svo fá. Við erum innan við 400.000 manna þjóðfélag út af Ballarhafi. Að reyna að byggja upp einhverja stjórnsýslu og eftirlit. Við eigum bara svo erfitt að verjast svona aðili að hvort sem það er viljandi eða ekki þá verður til hlutur sem má kalla spillingu og ég er ekki að segja að það sé endilega markmiðið. Það eru afleiðingarnar skilur við. Og ég held að stundum hrífust við með í þessum dansi á þess 8 gráði. Það er nefnilega málið. Bara laukrétt. En það er alveg sérstaklega illa komið fram gagnvart gagnrýnendum og þeim sem að spyrja spurninga. Hefur þú ekki fengið svolítið á baukinu núna? Nei, ég ætla nú að láta það vera og ég ætla bara að segja það að mér finnst fyrirtækið hafa svarað þessari hörðu gagnrýni minni málefnulega. Hún Salome er velmáli farin. Hún er náttúrulega fyrirverandi framkvæmdastjóri Landverndar og ég veit að hún hlýtur að stundum að þurfa að vanda mál sitt ansi mikið og ég ætla bara að gefa henni full kredit fyrir það
og vera bara sanngjarn þar eins og maður á að vera en jafnframt ætlast ég til þess að svona fyrirtæki og vísindasamfélagið og Hafrannsóknastofnun sé líka sanngjarnt gagnvart okkur sem að gagnrýnum vegna þess að vísindin ganga út á það að gagnrýna og sannprófa út á það ganga vísindi og þar af leiðandi tel ég gagnrýni mína bara algjörlega sanngjarna og okkar sem að gerum athugasemdir við þessar rannsóknir. Haraldur Eiríksson, það er búið að vera fróðlegt að ræða við þig. Við fáum því kannski aftur síðar til að heyra betur af framgangi þessa máls en við viljum að fylgjast með því. Já. Og því að mér sýnist að þetta mál geti vísað einhverju leyti út fyrir sig. Þetta sé ekki bara þetta. Þetta fordæmisgefandi mál. Já. Þarna bara komið gott tækifæri fyrir alla aðeins til að setjast niður og hugsa sinn gang og hvert við munum ætla að fara í framtíðinni. Segir Haraldur Eiríksson, ekki fara langt, áhorfendur, góðir og hlustendur, hingrið andartak, við höldum áfram. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.